Nýsköpunarfyrirtæki Plain Vanilla freistar þess nú að þróa nýja tegund spurningaleikja sem sameinar ókunnugt fólk allan heim. Fyrirtækið hefur tryggt sér 100 milljóna til að sjá drauminn rætast. Í lok dags það auðvitað vegferðin sem skiptir endanlega máli, segir forstjórinn. Kjartan Hreinn Njálsson. Plain Vanilla var stofnað árið 2010 og hefur síðan þá sé bæði hæðir og lægðir, en nú með starfsstöðvar í San Francisco og í Reykjavík. Eins og svo oft áður eru það einföldu hugmyndirnar sem eru hvaða farsælastar, en vel yfir 1 milljón manns allan heim spila rauntíma spurningaleiki fyrirtækisins. Einn farsælasta afurð Plain Vanilla spurningaleikur sem byggir á Twilight heiminum, en hann fór í loftið í nóvember á síðasta ári. 1,5 milljón manna skráðu sig til leiks og sem stendur bætast 1000 spilarar við á degi hverjum. Þorsteinn Baldur Friðriksson, forstjóri, stórhuga og Plain Vanilla hefur nú augast á nýrri tegund samskiptamiðla þar sem einstaklingar með sameiginleg áhugamál koma saman í gegnum spurningaleiki. Og erum sem sagt núna að þróa bara vöru sem heitir QuizUp og verður stærsti spurningaleikur sem hefur nokkuð verið búinn til í heiminum. Við erum með yfir 100.000 spurningar komnar í þessum ýmsu málefnum og við horfum svolítið á þetta sem svona samfélagsnet þar sem fólk getur fundið sér nýja vini einhvers staðar í heiminum eða bara einhvers staðar nálægt byggða á þeirra áhugamála. Trúarstökk sem þetta fylgifiskur þess að hrærast í hinum harða heimi nýsköpunar og tölvuleikja. Þorsteinn þó vongóður framhaldið. Það gríðarlega áhætta sem fylgir þessu. Þetta svona með áhættu meiri brönsum sem þú getur verið í. Það alltaf frábær hvatning fyrir okkur að fjárfestar út í Bandaríkjunum og Kína og öðrum stöðum séu sammála okkur að þetta sé eitthvað sem sé þess virði að prófa. Vonandi gengur það frábærlega vel. Ef ekki, þá þetta samt sem búið að vera alveg ótrúlega skemmtileg vegferð og það kannski skiptir öllu máli í lok dags.